Góðan daginn, dömur og herrar. Takk kærlega fyrir að bjóða mér að tala. Ég fór í gegnum mikla sálarkrísu þegar ég var beðin um að stíga hérna fram. Og eins og kemur fram, og líka þegar ég var beðin um að finna titil og umfjöllunarefni. Það fannst mér alveg algjör pína. En ég náði að berja saman hérna. Ég ætla að lesa fyrir ykkur þeir sem eru ekki búin að lesa sem stendur aftur á. Vala hélt hún væri ekki nóg og þess vegna varð hún veik. En þegar hún varð veik, þá fannst henni hún ekki nógu veik til að leita sér hjálpar. Þegar hún var beðin um að flytja fyrirlestur um bata sinn, fannst henni hún ekki nógu heilbrigð til að geta miðlað neinu að viti. Og það er það sem ég er búin að vera að ganga í gegnum undanfarna daga, að í rauninni að ekki undirbúa mig fyrir hennar fyrirlestur. Þannig að mér langar eiginlega að byrja þetta erindi á að biðjast afsökunar. Ég er ekki nógu undirbúin fyrir þetta erindi. Ég er ekki nógu fín að mér finnst hárið mitt ekki nógu lifandi. Það leggst alltaf svona með fram hausnum. Ég er ekki nógu róleg. Ég er stressuð núna, ég skelf í hnjánum að því mér langar ofboðslega mikið að hafa eitthvað merkilegt að segja og ofboðslega hrædd ég hafi það ekki. Og mér langar bara að biðjast afsökunar fyrir þennan skort. Svo er ýmislegt sem að upp á vantar hjá mér. Ég er að fara að mæta á frumsýningu á þriðjudaginn á bíómynd sem ég leik í, sem heitir Kona fer í stríð. Og ég er búin að vera að hugsa í hverju ég ætla að fara og hvernig ég að greiða mér og hvernig ég á að mála mig. Og ég er búin að fá stelpu til að greiða mér og mála mig og ég ætla að biðja að hjálpa mér að velja kjól. En ég er að hugsa að bakka út úr því vegna þess að ég er ekki nógu stórt hlutverk í þessari mynd til að líða vel með að vera óbúslega fín á frumsýningunni, þið skiljið. Og ég er ekkert að segja fólki frá því ég sé þessari mynd af því að ég tók ekki nógu mikinn þátt í henni til þess að geta montað mig af henni. Samt var að vera að frumsýna hana á Cannes. Fekk fullt af verðlaunum, bara láta ykkur vita. Þetta er líklega í fyrsta og eina skipti sem verður klappað fyrir mér út af þessari mynd. Ég er í alvörinu með 15 línur í þessari mynd. En ég er í trailernum. Nóg um það. Heyriði, ég er hingað komin af einhverju ástæðu. Nei, en ég hef varið mörgum árum í það fyrir að bæta upp fyrir það sem ég upplýði sem skort. Að ég sé ekki nóg. Ég er ekki nógu ýmislegt. Ekki nógu dugleg, ekki nógu grönn, ekki nógu sæt, ekki nógu góð systir. Ekki nógu góð dóttir, ekki nógu góð kærasta og ég rankaði við mér upplifandi rosalega mikinn skort sem að leiddi út í átröskun og kvíða og þunglyndi. Þá hafði ég, ég ætla bara að segja, þá hafði ég drullað mér í Al-Anon. Þá hafði ég drullað mér í 12 ára prógram. Nei, ég hafði farið og var að tala við sponsor í síma og ranka einhvern veginn við mér hágrátandi í neðst í götu við hliðina á einhverjum bíla því ég var að fela mig og ég grét af ekka bara eins og 6 ára barn sem hafði týnt mömmu sinni. Og það var svolítið svona eitt af augnablikunum sem leiddi til þess að ég leitaði mig hjálpar. En svo ég farið hans yfir af hverju ég leitaði mig hjálpar að þá er ég alin upp við hluta minni æsku. Þá er nákominn ættingi sem að býr á heimilinu veikur af alkóhólisma og geðsjúkdóm. Og þá langaði mig af því að ég er hérna með bók sem að er búin að vera reynast mér mjög vel. Ég nota hann sem svona uppflettirit ef ég man ekki alveg hvernig heimurinn virkar og teka fram, ég er ekki sálfræðingur eða læknir en þetta er eitthvað sem að bókin Heimkoman eftir John Bradshaw sem hjálpað mér ýmsu og ég ætla að lesa hérna að þegar búið að orða það, þá þarf ég ekki að orða það. Og ég varð mjög meðvirk í þessum aðstæðum. Ég var lítið barn og
skildi ekki veikindin og ég skildi ekki þjáningar foreldra minna og var meðvirk. Og hérna skýring á meðvirkni, það náttúrulega búið að fara ótrúlega frjálslega með það hugtak í mörg ár og margir kannski hata þetta orð. En mér finnst þetta skemmtileg skýring. Meðvirkni tilkomin vegna óheilbrigðra samskipta innan fjölskyldunar. Til dæmis verða allir sem búa við áfengissýki meðvirkir drykkjumanninum. Drykkjan ógnar fjölskyldumeðlumum en þeir laga sig að ástandinu með því að vera sífellt á varðbergi. Náttúran hefur gefið okkur þann eiginleika að spennast upp við tímabundið álag. Það er óeðlilegt að spenna sér viðvarandi ástand. Manneskja sem býr við varanlegt ástand vegna hegðunar annarar missir tengslin við eigið sjálf, tilfinningar, þarfir og þrár. Já, ég held hérna aðeins áfram. Börn þarfnast öryggis og einnig hafa fyrirmyndir sem tjá tilfinningar sínar á heilbrigðan hátt svo þau læri að skilja sín innri merki. Þau þarfnast hjálpar til að greina á milli tilfinninga og hugsuna. Þegar andrúmsloft fjölskyldunar mengað af ofbeldi, tilfinningu líkamlegu eða kynferðislegu, verður barnið stöðugt að beina athyglin að umhverfi sínu. Það missir eiginleikan til að skapa sjálfsvirðingu innanfrá. Án heilbrigðs innra lífs reynir viðkomandi að hljóta lífsfýtlingu utanfrá. Þetta köllum við meðvirkni, einkenni hins særða barns. Já, og það sem og ég tengi til dæmis rosalega mikið við þetta vegna þess að þegar ég horfi í baksýnisspegilinn, þegar ég búin að fá aðstoð við minni vanlíðan sem ég vil segja hafi brotist fram sem annars vegar átröskun og hins vegar kynlífs- og ástafíkn. Bara svo ég hendi því fram. Þegar kannski setja þetta ekki í sjónvarpið. Nei, en sko, bara svo ég útskýri það aðeins. Ég var alltaf að stinga í samband við eitthvað sem var utan við mig. Ég fann að ég hafði enga stjórn á heimilislífinu eftir margar tilraunir, hetjulegar tilraunir og flottar en bara gagnslausar, að ég var alltaf að stinga í samband við eitthvað fyrir utan mig. Það byrjaði á að stinga í samband hvað öðrum fannst mig, að stinga í samband við hvernig væri að vera fallegur, að vera duglegur í skóla, að vera fyndnust, að vera skemmtilegust. Ég hengdi sjálfsvirðinguna mína á allt annað heldur en hvað mér fannst sjálfri mig. Og sterkasta sem kom fram var átröskun, þar sem ég setti mér rosalega sterkar og skýrar reglur hvað ég mætti og mætti ekki. Og það var, eins og ég segi, ég ekki læknir, en ég hef alltaf litið á það sem afleiðingu eða einkenni sjúkdóms sem var rauninni fjölskyldusjúkdómur. Að það var eitthvað sem það var rauninni mín leið til að ná öryggi, að hafa stjórn á einhverju í mínu lífi. Þegar ég síðan fæ aðstoð við því að þá tók ég fór í smá svona rebel ástand og í staðinn fyrir að ráðast á rót vandans og sagði bara flott, ég fer bara að borða meira, ég fer bara að hreyfa mig minna og en þá bara sprakk æxli út í einhverju öðru. Og því ég segi kynlífs- og ástafíkn, fólk hefur mjög mismunandi hugmyndir hvað það en ég var bara rosalega upptekin af því að vera viðurkennd af karlmönnum. Að bara, að þá hengdi ég sjálfsvirðinguna mína á að vera kærasta. Og sem hafði alls konar myndir. Þannig ég skaut mér fram hjá rót vandans með því að bara finna mér eitthvað nýtt til að stjórna tilfinningunum mínum. Nú, ég var með annan kafla einhvers staðar sem tengist þessu. Ég svo lítið búin að plana þetta, sko. Og mér finnst það skelfilegt. Takk. Heyrðu, hvað þetta hérna? Já, hérna kemur þetta inn í með þessa þráhyggju gagnvart viðurkenningu. Hérna smá fallegur kafli. Ef barnið í okkur hefur ekki fengið að rækta með sér sjálfshrifningu, gerir það á fullorðinsárum kröfu ást, athygli og kærleik. Kröfur barnsins eyðileggja ástarsambönd þess á fullorðinsárum.
Það sama hversu mikla ást viðkomandi sýnd, hann eða hún fær aldrei nóg. Og það var mitt tilfelli að ég kunni ekki að hlusta á sjálfa mig. Allt frá því að hvað mér fannst mig eða aðra hluti eða hvað ég vildi gera. Ég gat ekki heyrt hvort ég væri þreytt eða hvort ég væri svöng. Það var alltaf bara svo rosalega mikill kontról á lífinu til þess að finna fyrir ró. Nú, ég á ekki mikinn tíma eftir en þetta svona hvernig sagan var. Já, en svo fer ég að læra rosalega mikið fyrir að skilja hvaðan það kemur. Ég hafi kannski ekki alveg upplifað heilbrigðar aðstæður í uppvexti og svona. Og þá tók reiði við af ótta með verið ekki nóg. Ég var rosalega reið. Ég var reið út í samfélagið fyrir að vera með svona kröfur og konur. Ég var reið út í foreldra mína sem að voru bara að gera sitt besta. Ég var reið út í fjölskyldumeðlim minn sem var lasinn. Þá heltist ég með sjálfsvorkunn og reiði gagnvart öllum aðilum sem hluti átt í máli. En svo líður einhver tími og þá sit ég eftir og átta mig á að það er enginn að koma að bjarga mér. Ég var bara lítill, fúll krakki í pollagalla að öskra í polli og að vilja bara að einhver kæmi og græja þetta fyrir sig. En það var einhver svona mjög frelsandi sannleikur og mjög sár sannleikur átti sig á því að það sem var brotið innra með mér, það var enginn í kringum mig að fara að laga það fyrir mig. Þannig að ég þurfti að leggja óbúslega mikla vinnu í að bera virðingu fyrir sjálfur mér og taka ábyrgð á mínu tilfinningum. Þó að þær sé ekkert endilega mér að kenna, og þarf ég að taka fulla ábyrgð á því. Og þetta er mitt líf, mín ábyrgð og hvar er best en að byrja á barninu innra með sér og muna, ég er örugglega að fara í tíman en ég verð samt að segja smá að ég átti eitthvað svona ótrúlega magnaða stund þegar ég skoðaði albúm af sjálfri mér þegar ég var lítil og ég rifjaði upp bara myndist þess hvernig allir koma fram við öll börn. Og ég efast ekki að þessi sammála mér, að við horfum á lítil unga börn og við segjum hæ, velkomin í heiminn, þú átt allt gott skilið og þú hefur ekkert unnið til þess. Þú er bara fæðst, sem er þess að þú gerir ekki sjálf heldur mamma þín. Skilið? Börn fæðast nóg og svo einhvers staðar á lífsleiðinni þá fyrir við að telja okkur trúum að við þurfum að vera eitthvað til þess að eiga gott skilið og kannski ég þá bara endi á auðvitað náttúrulega eitt í viðbót, svo til þess að ljóð, svo er þetta búið. Þetta að taka ábyrgð á ein tilfinningum, það er sjálfsagt eðlilegt skrifa að fara gegnum reið og sjálfsvorkunn og vera brjálaða barni í pollagalla, það er mér það sem það var. Ég var bara lítið barn inn í fullorðins líkama sem vildi bara einhvern kærasti kæmi og elska þetta úr mér. Myndi bara, draumaprinsinn myndi koma og segja mér allt er í lagi. Því ég fattaði að það gekk ekki og rambaði ég ótrúlega flottan fyrirlesara sem var að tala svona vandamál og hún segir, einhver var að segja henni frá öllum sínum vandamálum og hún horfði bara á þau og sagði So what? Now what? Það er bara, og hvað? Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar að gera? Mér finnst það svo geggjað, þannig að ég fór að taka ábyrgð á lífinu mínu. Heyriði, eitt ljóð í lokin sem er ógeðslega fallegt, sem að ég veit ekki hversu mikið ég fór að grenja því ég sagði út á ljóð, en það er um barnið sem fæðist nóg. Ég ætla að enda á þessu. Það ljóð sem allra ljóða er best, er ljóð sem skáldum yfirsést. Það fer svo lágt, fær stuttan stans, það snilldar ljóð er bernskamanns. Í bernsku okkur öllum gefst, það afl er frumkvöld lífsins krefst, og allt sem andar heimi í er eitt og þú ert hluti af því. En gætur skynsemt greindur vís, þú gætir byggt þér paradís,
Í eldmóð kannar eðli alls, engin ótti, ekkert fals. Í auglit þitt en ekki brennd, áföll eða sektarkennd, öll grimmd og græska frá þér flýr, því guðsneistinn en í þér býr. Kviða lífsins kveðin þá kannski verður skáld úr þér, en sú var tíð og systkin góð, að sjálf þið voruð lífsins ljóð. Endurheimtum og stöndum með barninu sem í okkur býr, krakkar. Takk kærlega fyrir mig. Þakka